Fólk hefur almennt lokið vinnu sinni og hreiðrar nú sig í faðmi fjölskyldunar framan við sjónvarpsviðtæki sín til að njóta dagskrárinnar sem framundan er. Klukkan nákvæmlega... Strákar, hvað klukkan? Mínu stoppuð. Það eitthvað rúmlega 8:30. Klukkan nákvæmlega eitthvað rúmlega 8:30. En það eiga þess ekki allir kost að slaka á eftir erfiði dagsins. Á fréttastofu ónefndra sjónvarpsstöðvar situr einmanna fréttastjóri niður sokkinn í verkefni sín. Það var ekki laust við að yfirmanni stöðvarinnar væri brugðið. Ertu viss á því? Þú veist hvernig fór fyrir Jón Óttari? Og skyndilega spratt hann á fætur. Sigurður, blessaður, Pétur hérna. Heyrðu, veistu hvað er í ríkissjónvarpinu í kvöld? Þú ert ekki að horfa? Eurovision! Akkur var ég ekki látið vita af þessu? Já, þú veist að þetta er eitthvað vinsælasta sjónvarpsefni sem boðið upp á. Og þeir baka okkur gjörsamlega í samkeppninni með þessu áframhaldi. Sigurður, þú verður við að grípa til okkar ráða. Þú kemur eitthvað niður á stöð eins og skot. Pétur, er þetta alveg bráðnauðsynlegt? Já, þetta er nú eina laugardagskvöldi sem ég átt frí í lengri tíma. Já, ég veit það og svo er ég að fara í bað. Siggi. Allt í lagi, Pétur minn. Rósa mín. Rósa, nei, ég get það ekki. Get ekki tekið þetta viðtal, ég verð að fara niður á stöð. Ég trúi þess ekki. Það er bara fullum að vera hérna. Ok. Já, kom á. Við maður denna voru skána Palamú. Palamú. Halló, Pétur, blessaður. Keppni? Já, ég er alltaf til í keppni. Ég kepp strax. Ok, bless. Mamma, ertu sofandi? Af hverju liggur þú svona? Ég laga þetta bara þegar ég kem aftur. Já, Fróða. Já, blessaður. Nú, já, heyrðu. Já, ég kem bara rétt bráðum. Heyrðu, hérna minn. Ég þarf aðeins að skreppa og aðstoða Pétur Teitsson. Já, aðeins að skreppa. Já. Þetta er sko ekki í fyrsta skipti. Ég hangi hér ein hérna hvert einasta kvöld. Men ef þú sko... Já, nei, við skulum átta hvort því. Það er náttúrulega fyrir hött að vera að hringi maður á þessum tíma að sólar... Já, Pétur, já, blessaður, elsku kallinn minn. Já, Eurovision, sko. Já, nei, Pétur, sko, við skulum átta hvort því. Það er náttúrulega bölvuð skítalista tímáni, sko. Já, nei, Pétur minn, ég er til í slaginn 100%, já, nei, ég náttúrulega skorast ekki undan til þess að leggja góðum álstað lið og svona, það er ekki spurning, vera með, já, Pétur, við skulum alveg aftur, já, það er aldrei asinn á mönnunum, það náttúrulega leggur á, heyrðu, ertu sofnuð, elsku, já, sofnuð áfram, elsku vinna, Fréttirnar að þeir stöðvarmenn hygðust grípa til aðgerða vegna sönglaðakeppninnar voru fljótar að kvissast út. Hvað hafði Júlíus Sólnes þetta að segja? Mér finnst það nú bara svo mikill barnaskapur og ég hef alltaf heyrt annað eins. Það kan vera drífið ykkur hérna, það var eitthvað að Pétur bíða. Gott kvöld, ágætu sjónvarpsáhorfendur og aðrir góðir gestir hér í sjónvarpshúsinu við Laugaveg. Leið og ég bið ykkur afsökunar á þessari truflun sem hér varð áðan þegar ónefnd sjónvarpsstöð reyndi freklega að ná athygli þjóðarinnar á einkarás ríkissjónvarpsins, býð ég ykkur velkomin í úrslit söngvakeppni sjónvarpsins 1990. Það má kannski segja að þeim sé nokkur vorkunn sem þurfa að keppa við okkur í kvöld í sjónvarpshorfun og þá á ég auðvitað við þá stöðvarmenn, það er að segja þá í 90 stöðinni svo allt sé nú rétt. Því ætla má að hvorki meira né minna en 180 til 190.000 manns séu að fylgjast með þessari beinu útsendingu hérna í kvöld.
Allt frá því 1986, þegar við fyrst tókum þátt í þessari Evrópukeppni sjónvarpsstöðva, hefur þjóðin tekið virkan þátt í leiknum með okkur. Og allir, flestallir, vilja vera með á einn eða annan hátt. Alls hafa verið frumflutt hér í sjónvarpinu í tengslum við þessa keppni 47 dægurlög. Og það er óhætt að segja að mörg þeirra teljist í dag orðin sígild dægurlög sem mikið hafa hist leikinn á öldum ljósvakans síðustu árin. Áður en lengra er haldið skulum við hlusta á nokkur þeirra, en í forkeppninni 27. febrúar síðastliðinn tókum við saman að gamni þetta sýnishorn. Og láttu heyra þú eilítið gleðihús. Dansum að drauma sviðið, dynjandi undir sviðið. Gleðin er höfuðsviðið og gaman að vera til. Eftir standa stólar, bekkir og brotin glös, sögð og ósögð. Þögnin fær nú loksinn frið, fuglar yrkja nýjum degi ljós. Ástin mín, með ekk og vín, við örkum heim til þín, norðurljós, með nýja rós. Hann segir stundum, you drink like a swine, og ég svara á ensku, just sippin' my wine. Ómur á orðum míns manns, mæli dans, lífið er lindar. Því að þig, þú heitlaðir mig, ég hef ekki elskað þig. Hluti af mér, en hluti af þér, þú hefur opnað þig. Ég myndum vinna allt sem eitt, að bjartari framtíð, friði og kærleik á jörð. Já, það er ekki annað að heyra en hér innan séu nokkur prýðisgóð dægurlög og ekki síður ýmsir snotulega samdir íslenskir dægurlaga textar. En snúum okkur nú að keppninni í ár. Hvatt var til þáttöku sem flestra lagahöfunda í nóvember síðastliðnum og öllum var heimil þáttaka. 201 lag barst sjónvarpinu en 5 manna dómnefnd valdi 12 þeirra til úrslitakeppni. 6 lagana voru flutt þann 20. og 7. febrúar og 60 manna dómnefnd í sjónvarpssal valdi 3 þeirra til þáttöku í lokakeppninni hér í kvöld. Síðastliðið laugardagskvöld fluttum við svo önnur 6 lög og sama dómnefnd valdi önnur 3 til þessarar úrslitakeppni.
Við sýndum í öðrum þætti, brot úr lögum í fyrsta þætti og ætlum því að hafa sama hátt hér á í kvöld og rifja upp lögin úr síðasta þætti. Nafnleynd er aflétt í þessari lokakeppni og við byrjum á að flytja lag Bergþóru Árnadóttur, Gott er að lifa. En Bergþóra er einnig textahöfundur og flytjandi. Útsetningu annaðist Tryggvi Hufner. Á svona degi er sætt að gleyma öllum sorgum að leika sér. Þá er svo gott að dorma og dreyma og dvelja lengi í faðmi þér. Sólin hlær og syngur ástarljós, sendir öllum til að geisla blóð. Allt er svo hlýtt, svo yndislegt og bjart, aftur er horfið, nætur myrkri svart. Sólin hlær og hamingjan er ný, hefur enginn tekið eftir því. Nú getur gleðin geislað öllum frá. Gott er að lifa, elska, von og þrá. Gott er að lifa, elska, von og þrá. Þetta var lagið Gott er að lifa, lag og texti Bergþóru Árnadóttur sem sömuleiðis var flytjandi. En þá er það næst lagið Eilífur dagur. Höfundur lags er Birgir Jóhann Birgisson en textan gerði Davíð Þór Jónsson. Flytjandi er Rut Reginalds en útsetningu önnuðust Birgir Jóhann og Jón Kjell. Ég sé til það landa yfir sumar, aldrei nótt og aldrei sólarlag. Ég vona að við myndum lifa saman í eilífan dag, eilífan dag, eilífan dag, aldrei sólarlag. Ég sé til það landa yfir sumar, aldrei nótt og aldrei sólarlag. Ég vona að við myndum lifa saman í eilífan dag, eilífan dag, eilífan dag, aldrei sólarlag. Þetta var lag Birgis Jóhanns Birgissonar Eilífur dagur við texta Davíðs Þórs Jónssonar. Flytjandi var Rut Reginalds. Þá er það lag Jóhanns G. Jóhannssonar, Ef ekki er til nein ást. Textinn er einnig eftir Jóhann. Flytjendur eru Sigríður Beinteinsdóttir og Grétar Örvarsson en útsetningu önnuðust þeir bræður Grétar og Atli Örvarssynir. Tíma til að elska yfirleitt, ef lífsins sanna klífast í staðan sundaleik. Það er lausulegina, jafnótt sem nýtan dag. Ef ekkert til er ást, hvers virði er að lifa? Ef ekkert til er ást, hvers virði er að lifa? Ef ekkert til er ást, hvers virði er að lifa? Ef ekkert til er ást, hvers virði er að lifa? Ef ekkert til er ást, engin kærleikur né gleði, aðeins mannveru sem bjást. Afar verður sigja, það sem að snýst peningar. Það hefur engin tíma til að elska yfirleitt, ef lífsins sanna klífast í staðan sundaleik. Það er lausulegina, jafnótt sem nýtan dag. En þá er komið að lögunum sem valin voru til frekari þáttöku í úrslitakeppninni hér í kvöld. Fyrst er það lagið Ég læt mig dreyma. Höfundarnafni er haldið leyndu en flytjandi er Ellen Kristjánsdóttir. Ég láti dreyma ævintýra heima, hugurinn
Þetta var lagið Ég læt mig dreyma í flutningi Ellenar Kristjánsdóttur. Og þá er það næst lag sem heitir Eitt lítið lag. Hér í flutningi Helgu Möller, Ágústs Ragnarssonar og Sigurðar Vilbergs Dagbjartssonar. Rennur upp sá dagur, en við slítum þessi bönd. Og þá mun vaggast heimsins hagur og við göngum hönd í hönd. Og þó að lífið sé stundum snúið og við eigum slæman dag. Við gefumst ekki upp eins og búið heldur tökum lítið lag. Við syngjum la 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 og lífið er léttara. Engin sorg er að súti, gleðin skal út í einföldu la la la. La 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 og lífið er léttara. Engin sorg er að súti, gleðin skal út í einföldu la la la. La 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 og lífið er léttara. Engin sorg er að súti, gleðin skal út í einföldu la la la. Þetta var eitt lítið lag, en að síðustu er það lag sem heitir Til þín og það er Björgvin Halldórsson sem syngur. Hvar er heimur sem bló, þar sem hamingjan bjó, hjá þér, hjá þér. Þín langan veg á leið til þín, í vök og draumi á leið til þín, í lífi mínu hér, á leið til þín, Já, þetta var lagið Til þín flutt af Björgvini Halldórssoni og jafnframt þriðja og síðasta lagið frá því á laugardagskvöldið var sem komust áfram í lokaúrslit. Fram sátu starfsmenn stöðvarinnar á fundi og ræddu hvað til bragðs skyldi taka í þessu neyðartilfelli. Pétur hafði orðið og brýndi fyrir samstarfsmönnum sínum að nú yrðu allir að standa saman sem einn maður. Hann sagði nokkur orðum orðstýr stöðvarinnar og þakkaði ennfremur hlýjar kveðjur til föður síns sem starfsmann hans hefðu verið óspærir á. Þessu næst vék Pétur stuttlega að... Fyrirgefðu, ætlar þú að blæður í allt kvöld eða gæti ég kannski fengið að koma af stað? Fyrirgefðu. Málin standa sem sagt svona. Við höfum rétt tæpan hálftíma til að semja Eurovision-lag, æfa dans- og hljóðfæraleik, hanna búninga, komast inn í keppnina, slá í gegn og skjóta ríkissjónvarpinu ref fyrir rass. Einmitt, Pétur, einmitt. Ég nefnilega tók hérna með mér byssu, þannig ef það er að skjóta ref, þá er ég til í allt, sko. Kannski skemmdi ég nokkuð, var ekki leið? Já, nei, sko, sjáðu til Pétur, sko, ég held að það sé ekki spurning. Þetta fer allt vel á endanum. Það eigum sem þau saman, þá er það ekki vandamálið, sko. Vandamálið eru bara þessi peningar, sko, vegna þess að við veit að mál þarf alls ekki kosta mikið pening og ég segi fyrir mig og mína fjölskyldu, við erum ekki reiðum út til þess að leggja fram einhverja stóra fjárfólk til þess að standa á svona söngvareikjandi. Það er alveg ljóst. Nú við erum þetta margir hérna og klukkan þetta margt, þannig að það er náttúrulega ljóst að við erum náttúrulega allir á bullandi næturvinnu, þannig að ég held að það sé alveg gjörsamlega út í hatt, Pétur, að það sé það að vera. Ragnar, þetta er komið. Óbyrði ekki að stoppa okkur flyttum með mér. Nei, hætti það nokkuð strákar, nei. Eins og ég var búinn að segja, nú gildir það að vinna saman eins og einn maður. Einmitt, sko, allir saman svo. Hverjir eru fremstir í röðinni? Strákarnir á stöðinni. Tjú, tjú, tralala. Fyrst á réttunni, svo á röngunni. Tjú, tjú, tralala. Já, komið nei, þetta er náttúrulega áhverð. Komið sæl, á meðan við bíðum eftir því að sigurlagið finnist í keppninni, langum við til að benda ykkur á afar og gómsætan rétt sem gott er að gæða sér á í kringum sönglakeppnina.
Nú, ég hér komin með allt helsta hráefnið í pottinn. Nú hef að segja þetta sé svona hálfgerður Eurovision réttur. Nú, ég segi það ekki, það má skerpa kannski örlítið á þessu. Við látum hérna út í 3. kryddið og síðan látum við út í þetta 16. sætu efnið. Nú, það má eiginlega segja það að þeir sem að smakka á þessum rétti verða ákaflega glaðir. Það gleðir þá alla, þetta er hálfgerður svona gleðibanki. Nú, síðan bara að láta þetta malla hægt og hljótt. Eða þannig til að þú og þeir vilja fara að gæða sér á þessu, þá tökum við bara pottinn og hellum og setjum þetta í skálar bara, eða diskaði bara eitthvað og förum svo með þetta afsíðis og borðum þetta þar sem enginn sér. Ófeigulega hartaði sér við tónsmíðarnar. Skildi hann vera með á nótunum. Pétur! Pétur! Er komin einhver mynd á þetta? Mynd? Já. Já. Er lagið tilbúið? Lagið? Já. Nei, bara mynd. Nú, það er mikil átök í þessum leik þarna. Nú, þarna riðir. Nú! Það er bara hreinn og beinn rauðningur. Nú, dómarinn líka, hann sýnir hún þarna litaspjald. Já, það er rautt, já. Nei, Ófeigur, kann hann spila? Já, þetta er hvað gætur þetta? Hvað gítar maður þetta? Já, ég held þú ættir að vinna þess með í þessu. Já. Hinn virti hugvitsmaður Fróði Ýmisson var einnig fenginn til aðstóðar í leitinni að sigurlagi stöðvarinnar. Já, ég get nú ekki sagt því að við náðum miklum árangri en þá ég er nú búinn að mata tölvubúnaðinn á allra handa upplýsingum Eurovision og þar að auki er ég búinn að setja inn á hana öll vinningslögin úr keppninni í gegnum árin. Ég fæ bara ekkert frá henni. Hún hlær bara að þessu. Já, þetta er alveg pottitt þetta. Pétur, koma þá, út af hann. Nei. Jú, það er rétt að Pétur leitaði til mín sem smekkmanns í klæði og bað mig að hanna búningana fyrir keppnina. Og sjálfsögðu ger ég það og ég nota eingöngu alíslenska hönnun og alíslensk efni. Og ég verða hvað er að gera? Hætta! Hvað ertu búinn að gera? Þetta er rándýrt efni! Já, talandi rándýr efni, sko. Ég held að við mátt okkur á því vegna þess að ég er náttúrulega séð fjárhagslið þessa máls, þessi keppni, og þá held ég að það sé ekki spurning að við verðum bara að einbeita okkur á ódýrum efnum og það er nú líka hefð fyrir því að senda svona ódýr lög og svona, þannig að það fer alveg saman. Nú, þetta eru erfiðir tímar og atvinnum þrefum sem segir í kvæðinu. Nú, eins að verið að segja það var talað það að senda keppinauðarna út í kjól og hvítt. Já, bara hugmynd að sleppa þessu hvíta og hafa það bara í kjólum. Bara hugmynd, skjóta þessi aðeins hérna. Vertu hjá mér skvísa og gondu. Þú varst upp á spítala? Já. Hvað var að? Ég var orðinn svo linur eitthvað og ólíkur sjálfum mér. Já, þeir voru nú fljótar að kippa því í liðin. Sáum við því strax. Þeir sögðu að vera allt og lítið áfengi í blóðinu. Þeir eru búin að laga það. Þetta er allt annað líf. Já, ég get trúið. Hefur gef mér svolítið meira, auktu drippi hérna aðeins. Já. En snúum okkur þá aftur að Eurovision málum. Góðan dag. Kristján heiti Ólafsson. Nú, ég hef tekið að mér að semja og útfæra dans fyrir þessa keppni. Eurovision keppni. Nú, þá byrjum við náttúrulega að fara úr sér í frakka. Eins og sjá, þá er ég komin í mjög smekklegan og handhægan dansbúning. Mjög típiskur svona, kemur sér vel á svona dansæfingum, þeir eru í höfðaður og mjög smekklegur og léttur gott í þessu. Sem sagt, það má líka nota svona búningu í mjög önnur já, það verður nú ekki náttúrulega til það getur nú bara miskilvist. Sem sagt, drengir, þá skulum við snúa okkur að dansinum. Allir klárir. Og nú skulum við taka nokkuð létt dansspor, sem sagt. Og ég vona sannarlega að hvert örstugt spor verði öðru spor hjá þér, sagt þér í bæðinu. Og músík og 1, 2, 3, fylgir mér á. 1, 2, 3 og rétt úr. 1, 2, gott og vont. Verulega vont. Klikka. Fyrirgjöðu, bara smá áminning sko, bara með allan kostnað að passa að hafa hann algjörlega í lágmarki, það verður að passa það vegna þess að, og ekki sem sagt taka of mörg skref vegna þess að það er náttúrulega skrefatalningar sem gengur og svona, póstur og sími, þeir náttúrulega gefa ekkert sem sagt, passa peningana á,
Skyldu Pétur og félagar finna sigurlagið í tíma, bíði spennt eftir næsta þætti, en fyrst þetta. Það er aldeilis að lifna við hjá þeim félögum á stöðinni. En við höldum okkar striki, það er jú söngvakeppni Ríkisútvarpsins Sjónvarp sem máli snýst um. En áður en við heyrum lögin 6 sem hér keppa til úrslita í kvöld, skulum við átta okkur á fyrirkomulagi atkvæðagreiðslu keppninar í ár. Það er eilítið breytt frá því sem verið hefur síðustu ár. Þó byggir atkvæðagreiðslan á 7 manna dómnefndum í öllum 8 kjördæmum landsins eins og áður. Reyndar voru dómnefndarmenn 11 áður, en þeir eru sem sagt 7 í hverju kjördæmi í ár. Hins vegar höfum við bætt við 9. dómnefndinni og hún er stödd hér hjá okkur í sjónvarpssal. Og hverju skildu það nú vera? Og af hverju viðbótar dómnefnd? Jú, hingað til höfum við leitað álits fólks sem tengist alls ekki dægurtónlist á nokkurn hátt. En í ár vildum við breyta til og fá endilega álit þeirra sem lifa og hrærast í dægurtónlist daginn út og inn. Þannig völdum við til dæmis í 60 manna dómnefndina tónlistarfólk að 2/3. Þetta teljum við að geti hjálpað okkur til að velja nú rétta lagið til þáttöku í Júgóslavíu þann 5. maí næstkomandi. En þá er að kynna dómnefnd 9 fyrir ykkur. Ég held að við getum verið öll sammála að hér fyrir hópur tónlistarfólks sem hefur mikla reynslu af dægurtónlist í gegnum árin. Og það er þá fyrstur sjálfur Ragnar Bjarnason. Söngvari sem hlýtur að hafa sungið flest öll, ef ekki öll, íslensk dægurlög síðustu áratuga fyrir dansgesti skemmtistöðana. Og þá er það Erna Gunnarsdóttir, söngkona frá Akureyri. En Erna hefur komið mikið við sögu í söngvakeppninni allt frá upphafi þegar hún söng til dæmis lögin Með vaxandi þrá, Vögguvísu og Aldrei ég gleymi. Jónas R. Jónsson sem var án efa okkar tilþrifamesti söngvari Bítla áranna góðu. En Jónas er ekki síður þekktur sem hljóðupptökustjóri og varla finnast þeir sem hafa tekið upp fleiri íslensk dægurlög á hljómplötur en Jónas. Auk þess hefur Jónas verið kynnir söngvakeppninnar tvisvarsinnum. Eddu Þórarinsdóttur er óþarfi að kynna. Edda er ein af okkar þekktustu leikonum en það var hér á árum áður að menn þekktu Eddu ekki síður vegna mikilla vinsælda þjóðlaga tríósins 3 á palli sem söng sig inn í hjörtu þjóðarinnar svo munaði. Stefán Hilmarsson þekkja allir líka. Stefán er unglingurinn í þessum virðulega hópi en á að baki litríkan söngferil og hann er enn að. Stefán var fulltrúi okkar á Írlandi 1988 og söng Sókrates lag Sverris Stormskis. En það lag hefur 1 verðlaunalaga fengið fullt hús dómnefndarmanna í öllum kjördæmum landsins. Og þá er það Þuríður Sigurðardóttir söngkona, en hennar nafn hlýtur að koma upp ef íslensk dægurtónlist síðustu áratuga á annað borð er til umræðu. Þuríður er ein okkar ástsælasta söngkona, á því leikur engin vafi. Og að lokum aldursforseti dómnefndar, engin annar enn. Og ég held við ættum að heiðra þennan konung íslenskrar dægurtónlistar með lófaklappi, sjálfur Haukur Mortens. Haukur annars vegar og íslensk dægurtónlist hins vegar eru órjúfanleg. Frostrósir, Brúnaljósin brúnu, Simbi sjómaður, Ó borg, mín borg. Óborganlegar perlur sem hljóma munu meðan íslensk dægurtónlist verður flutt, Haukur Mortens. En þetta er þá dómnefnd 9. Fyrirkomulag atkvæðagreiðslu skýri ég nánar á eftir, en nú hljóta flestir að vera komnir fyrir framan sjónvarpstækin og vilja hlýða á lögin 6 sem keppa til úrslita í kvöld. Áfram er það stórhljómsveit söngvakeppninnar sem annast allan tónlistarflutning undir styrkri stjórn Vilhjálms Guðjónssonar. Þetta eru þeir Þórður Árnason á gítar, Gunnlaugur Brím á trommur, Jóhann Ásmundsson á bassa, Magnús Kjartansson á hljómborð, Jón Kjell á hljómborð, Kristinn Svavason á saxófón, Einar Bragi Bragason á saxófón og Ásgeir H. Steingrímsson á trompet. Og svo eru það bakræta söngkonurnar Eva Ásrún Albertsdóttir, Erna Þórarinsdóttir og Guðrún Gunnarsdóttir. Og ástæða er til að geta þess að hér fer öll hljóðupptaka fram í beinni útsendingu svo nú er að standa sig. Fyrsta lagið, og nú verður þetta spennandi,
sem hér er flutt í kvöld heitir Sú ást er heit. Flytjandi er Björgvin Halldórsson en útsetningu annaðist Magnús Kjartansson. Dulnefni höfundar er Nátthrafn. Sú ást er heit, gjörðu svo vel. Þegar borgin sefur og allt er orðið hljótt, læðist þú huga minn eins og þjófur nótt. En líðan mín er undarleg, ég óttast það sem koma skal, því að ég veit ég er ástfanginn og ástin er svo undarleg. Sú ást er heit sem aldrei svíkur. Sú ást er heit, björt og hrein. Ég sakna þín svo mikið, meir en nokkur orð á lýst. Ég vildi að þú værir hjá mér nú, elsku ástin mín. Að elska það er ævintýr, ferðalag ókunn lönd, því að ég veit þú bíður mín og öllum mínum gefur líf. Sú ást er heit sem aldrei svíkur. Sú ást er heit, björt og rein. Sú ást er Þetta var lagið Sú ást er heit í flutningi Björgvins Halldórssonar. Útsetningu annaðist Magnús Kjartansson en dulnefni höfundar er Nátthrafn. Og þá er það lag númer 2. Þetta er lagið Eitt lag enn. Hér flutt af þeim Sigríði Beinteinsdóttur og Grétari Örvarsyni. Útsetningu annaðist Jón Kjell og dulnefni höfunda er Tommi og Jenny. Gjörðu svo vel, eitt lag enn. Með þér verð ég eins og vera ber, alveg trylltur kemst í takt við þig. Ég fer eftir því sem auga sér, þegar
svipað mikið. Við förum hvert sem er, látum töfra lífsins taka okkur með. Eitt lag enn, ekta Sveinn og ég, brennist enginn, þú skalt dansa þar sem eftir er. Eitt lag til, kraftið snýst í þar ein, að við höldum áfram, hraðar eigum aldrei neitt. Að við höldum áfram, hraðar nú, eigum aldrei ég og þú. Eitt lag enn, flutt af Sigríði Beinteinsdóttur og Grétari Örvarsyni. Útsetningu annaðist Jón Kjell en dulnefni höfunda er Tommi og Jenny. Næst heyrum við lag sem heitir Eitt lítið lag. Það er í flutningi Helgu Möller, Ágústs Ragnarssonar og Sigurðar Vilbergs Dagbjartssonar. Útsetningu annaðist Vilhjálmur Guðjónsson en dulnefni höfundar er Kólfur Skoti. Eitt lítið lag, gjörðu svo vel. Þetta er skrítinn lítið staður sem við köllum móður jörð. Hann snýst geiminn hringlagaður þegar við mistið mannakjörn. Og jörðin skiptir sæði í svoköllum einum. Og umferðin kann landamæri sem legg okkur í bönd. Þó höfum við átt okkur saman ár og öll fram á þennan dag. Sem veitt hefur okkur gleð og gaman, það er lítið saklaust lag. Við syngjum la 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 og lífið er léttara. Engin sorg eða sút í gleðin skal út í einföldu la la la. Við búum hér í hópum sem rækta eigið mál og blóð. Okkur í kennt með háum hrópum að við séum Guðs útvalda þjóð. Þetta er fjölskrúðugur flokkur sem fátæk fást frí. Og þegar lífið tók á móti okkur þá vorum við alla líf. En þó er einn sem öll við lærum sem ég syng í þessum brag. Það lítur engum landamæri, það er lítið saklaust lag. Við syngjum la 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 og lífið er léttara. Engin sorg eða sút í gleðin skal út í einföldu la la la. La 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 og lífið er léttara. Engin sorg eða sút í gleðin skal út í einföldu la la la. Nú rennur upp sá dagur en við slítum þessi bönd. Og þá mun væntast heimsins hagur og við göngum hönd í hönd. Og þó að lífið sé stundur snúið og við eigum slæman dag, við gefumst ekki upp eins og búið, heldur tökum lítið lag. Við syngjum la 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 og lífið er léttara. Engin sorg eða sút í gleðin skal út í einföldu la la la. La 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 og lífið er léttara. Engin sorg eða sút í gleðin skal út í einföldu la la la. La 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 og lífið er léttara. Engin sorg eða sút í gleðin skal út í einföldu la la la. La 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 la. La 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 sem keppir hér til úrslita í kvöld, eitt lítið lag. Flytjendur voru Helga Möller, Ágúst Ragnarsson og Sigurður Vilberg Dagbjartsson.
Útsetningu annaðist Vilhjálmur Guðjónsson og dulnefni höfundar er Kólfur Skoti. Sem sagt, 3 lög að baki og 3 eftir. Og þó svo allur annar undirbúningur gengi eins og best varð á kosið, var lagið ófundið enn. Pétur var satt að segja farin að örvænta. Úr svipans mátti lesa þungar áhyggjur af framtíð stöðvarinnar. Hann reis á fætur og gekk þungum skrefum þvert yfir gólfið. Viltu hætta þessu rausi? Ég reyna að hugsa. Fyrirgjöf góði, ég er nú bara að reyna að vinna mína vinnu hérna. Hvaða lag er þetta að syngja? Lag? Það getur bara raul eitthvað svona fyrir minni mér svona. Öskuldur, þetta er gott lag. Veistu það? Já, öskuldur gott. Þú sér nokkuð, það má kannski gera eitthvað við það. Við getum aðeins að þróa þetta, veistu? Gekk á þessu. Þetta er askotið gott. Heiðu, hérna, hringja Pétur fyrir mig. Hringja Pétur Teinsson fyrir mig. Hérna, print þetta út. Já. Hefðu ekki bara F6 og print. Jú, glemt ekki seifa. Nei, seifa já, það er hérna. Pétur Teinsson, já. Pétur í símanum. Pétur, halló. Pétur minn, blessaður, já, bói hérna, heyrðu. Þetta er lag sem þú varst auglýs eftir. Og hvað svo? Já, og hvernig endar það? Frábært! Hörðu, þetta er kennaðu þeirri. Drengir, lagið er fundið! Er það fundið? Hvernig framir Hverjir eru fremstir í röðinni? Strákarnir á stöðinni! Blessaður. Heyrðu, það er hérna með bílinn, hann er eitthvað svo rosalega erfiður í ganga mótnana. Á mótnana? Já, bara mótnana. Já. Heyrðu. Já. Þú gætir reynt að setja hann ekki í gang fyrir en eftir hádegið. Já, einmitt. Þakka fyrir. En þetta var að sjálfsögðu útúrdúr. Snúum okkur aftur á Eurovision. Í vorsins ljúfa blæ. Drengir, nú er bara að taka á hann stóra sínum. Já, núna strax. Já. Nú verðum við að halda á spöðunum ef við ætlum að ná þessu. Já, halda á spöðunum og hver eru þeir? Ég skal ná í þá. Við verðum að kalla út varalið. Og ég býð þá... Nó, ég skal fara að skilna kallar. Blessa skan. Ég áttur að sakna þeim. Bless. Ekki ráð. Nei. Skam. Er Ragnar að koma? Nei, ég á ekkert vona á hann nærri strax. Nú, þetta er píptækið mitt. Það er útkall. Ég verð að fara. Bless, skan. Bless, Elli minn. Við spurðum Guðmund J. Guðmundsson hvernig honum litist á eldmóð þeirra stöðvamanna í þessu máli. Ég tel hann ákaflega góðan. Er hann hættulegur? Góðir áhorfendur, tekst stöðinni að ná settu marki. Hversi, er marg? Strákar, hver skoraði? Reynist Bogi Róni, bjargvættu stöðvarinnar, þolir húsnæðið allan en hamagang. Missið ekki af næsta þætti. Það ætlar ekki að verða að láta óðagoti þeirra stöðvamanna. En ég er hrædd að þeir séu heldur seint á ferðinni því við höfum þegar flutt 3 þeirra laga sem keppa til úrslita hér í kvöld. En 3 eigum við eftir. Og næst er það lag sem heitir Ég læt mig dreyma. Lagið er flutt af Elenu Kristjánsdóttur, útsetningu annaðist Jón Kjell, en dulnefni höfundar er Kísi. Ég læt mig dreyma, gjörðu þið svo vel. Svo margt, já ótal margt sem ég segði þér ef þú værir hér nú.
Þetta var lagið Ég læt mig dreyma í flutningi Ellenar Kristjánsdóttur. Útsetningu annaðist Jón Kell og dulnefni höfundar er Kisi. Næst er komið að lagi sem heitir Til þín. Flytjandi er Björgvin Halldórsson. Útsetningu annaðist Gunnar Þórðarsson en dulnefni höfunda er Dúr og Moll. Gjörðu svo vel Til þín. Vildi að tíminn stæði í stað og stund sem liðin úr bláum fjarska væri að þitt brosu mér í gráma dagsins gistir sorg en gleðin eldir þig ég skapa nýja skýjamorg hver skilur mig Hvar er veröld sem var, þar sem vonin minn var, til þín, á leið til þín, langan veg ég fer, á leið til þín, í rök og draumi á leið til þín, í mínu hér á leið til þín ég raða mér til þín ef tíminn væri tekinn burt og tómið gleypti þig ég gæti aldrei aftur spurt hver elskar mig Hvar er heimur sem fór, þar sem hamingjan bjó, hjá þér, á leið til þín, langan veg ég fer, á leið til þín, í rök og draumi á leið til þín, í lífi mínu hér, á leið til þín, ég raða mér, á leið til þín, langan veg ég fer, á leið til þín, í rök og draumi á leið til þín, í lífi mínu hér, á leið til þín, ég raða mér til Já, þetta var lagið Til þín í flutningi Björgvins Halldórssonar. Útsetningu annaðist Gunnar Þórðarsson. En dulnefni höfunda er Dúr og Moll. Og þá er það síðasta lagið. Þau eru jú 6 lögin alls sem við flytjum í þessari úrslitakeppni. Síðasta lagið heitir Ég er að leita þín í flutningi Eyjólfs Kristjánssonar. Útsetningu annaðist Magnús Kjartansson en dulnefni höfundar er Végeir. Ég er að leita þín, gjörðu svo vel. Þú komst mín sem leiðar stjarna á langri ferð með ljúfa brosið þitt á vör og brá Við áttum saman ævintýrin fagra sem allir veit og þrá sem
varð breytt og ævintýrið horfið burt frá mér. Ég veit í neitt með hryggð og þrá í huga og horfði á myndina af þér, á myndina af þér. Ég að leita þín í ljóðin, ég að lifa upp á ný. Þá gleði stund við áttum og aldrei var nógu löng. Ég þér ást mína í óði, þú skilur ein hvað felst í því. Ég að vona þú heyrir minn söknuð í þessum söng. Og síðan hef ég leitað þessum langan veg sem lífið sjálft í fang mér hafði lagt. Að segja þér frá minni og vonum og það sem aldrei var sagt, sem aldrei var sagt. Ég að leita þín í ljóðin, ég að lifa upp á ný. Þá gleði stund við áttum og aldrei var nógu löng. Ég þér ást mína í óði, þú skilur ein hvað felst í því. Ég að vona þú heyrir minn söknuð í þessum söng. Ég að vona þú heyrir minn söknuð í þessum söng. Og þetta var sjötta og jafnframt síðasta lagið sem hér keppir til úrslita í kvöld. Ég að leita þín, flutt af Eyjólfi Kristjánsinni í útsetningu Magnúsar Kjartanssonar. Dulnefni höfundar er Végeir. Það nú svo allt mikil ágætislög eða hvað. Nú það dómnefndarmanna að segja okkur hvaða lag verður fulltrúi Íslands í Júgóslavíu í vor. Aðeins eitt þessara laga fer í stóra slaginn. En ég ætlaði að skýra nánar fyrirkomulag atkvæðagreiðslu. Dómnefndarmenn í öllum 8 kjördæmum landsins greiða atkvæði, þannig að hver dómnefndarmaður fyllir út atkvæðaseðil þar sem aðeins 3 laganna hljóta stig. Það lag sem þeir vilja helst að komist áfram hlýtur 3 stig, næsta lag 2 stig og síðasta 1 stig. Hinum lögunum á ekkert atkvæði að gefa. Þetta gildir allar 8 dómnefndir í kjördæmum landsins. Þær hafa jafnt vægi burt séð frá mjög svo mismunandi íbúafjölda. En 9. dómnefndin hefur nokkra sérstöðu. Þar skulu dómnefndarmenn greiða atkvæði á sama hátt og aðrir með stigunum 3, 2 og 1. En, og takiði nú vel eftir, það lag sem flest stig hlýtur fær 21 stig innan þessarar dómnefndar. Það er að segja öll 3 stig 7 dómnefndarmanna og önnur lög engin stig. Því við viljum leggja áherslu á að val þessarar dómnefndar einskorðist aðeins við 1 lag. Og nú kunna sumir að segja, já, var það ekki allt fyrirfram ákveðið, auðvitað klíkuskapur eins og alltaf. En bíðið við. Veltum aðeins nánar fyrir okkur þessu fyrirkomulagi. Hver kjördæma dómnefnd hefur yfir að ráða 42 stigum, en dómnefnd 9 aðeins 21 stigi. Þannig að í raun má hún sín lítils gegn vilja annara dómnefnda. Segjum sem svo að skýr vilji flestra dómnefndarmanna í kjördæmum færi einu ákveðnu lagi fleiri en 22 stig fram yfir lagið sem þar kæmi á eftir, getur dómur 9. dómnefndar engu breytt þau úrslit, vilji hún annað lag en það sem forystu hefur. Hins vegar, ef 2 lög eða fleiri eru nokkuð jöfnað stigum, þá getur val 9. dómnefndar ráðið úrslitum með þessu 21 stigi.
Og gleymum ekki að í þessari dómnefnd situr fólkið sem reynslu og þekkingu hefur á íslenskri dægutónlist í gegnum árin og það skulum við ekki vanmeta. Eitt verður aldrei of oft ítrekað að til þess að atkvæðagreiðslan fari fram á löglegan hátt eru fulltrúar fógeta viðstaddir í öllum dómnefndum. Hjá okkur hér í sjónvarpssal er svo borgarfógeti Þorkell Gíslason eins og áður og ábyrgist að rétt sé með allt farið. Nauðsynlegt er að vita að öllum atkvæðaseðlum er skilað til fógeta áður en atkvæðatalning fer fram þannig að engin dómnefnd hefur áhrif á úrslit á meðan á talningu stendur. Og þó við lesum niðurstöður dómnefndar 9 í lokin greiðir hún samt atkvæðinum leið og hinar eða þetta 21 stig sem við höfum verið að tala um. Og það er reyndar núna sem dómnefndir þurfa að skila inn atkvæðaseðlum. Og við skulum fá álit dómnefndar 9 og skila því síðan til fógeta. Og þá loksins komið að því að sigurlagið verði leikið. Það er að þessu sinni flutt af stöðmönnum. Nafn höfundarins verður einungis birt í stafrófsröð en það er Bogi Bjarnason Róni og hér er slædsmynd af honum. Reglunar gæti ekki verið einfaldari en þær á þá leið að hver dómnefndarmaður gefur þessu lagi 6 stig, önnur lög eiga ekki að fá stig. Og þá er bara að... Er þetta ekki Ebba Andersen? Jú, það er hún. Sæl þetta. Sæl og þakka fyrir síðast. Ekki segja þetta við mig, góða mín. Ég er orðinn dálítið þreyttur á þér. Já, heldur maður viti ekki út alltaf að herma eftir mér í sjónvarpinu. Þú voru áttaði á því þá? Já, ég hef gert það. Heyrðu Ebba mín, það er gaman að sjá þig, en ég verð víst að biðja þig um að fara. Já. Við erum hér með úrslitakeppni í þessari söngvakeppni og það er komið að atkvæðagreiðslu og úrslitum. Auðvitað, þetta mér fer ég um leið og ég bara kynna sigurlagið. Það búið að leika öll lögin í keppninu, Ebba mín. Það er misskilningur, strákarnir á stöðinni eftir að spila sitt lag og syngja. Þetta, heyrðu það? Já, ég held að það væri nú allt saman komið, það væri komið að þessum úrslitum. Það er algjör misskilningur, Ebba mín, því miður, sko. Sko, Edda, þú verður að leyfa þeim að komast að. Því miður, Ebba mín, það kemur ekki til greina. Ég ræði engu um þetta og nú á ég að komast hér að og koma þessum atkvæðum til borgarfókita. Herðu, komdu þá, farðu þá til einhvern sem ræður hérna og ræddu þetta við hana. Gerðu það. Á ég að reyna? Ég gerðu það. Ok, þú býður, Ebba mín. Blessi skan. Strákar, nú er sénsinn tilbúnir. Og þá er það stöðmenn með lagið alveg típist Eurovision lag. Gjör þið svo vel. Leitin, langar leitin að þessu lagi ef einhverja því tagi. Í menningar geirum við grufluðum og gráhærða öldunga trufluðum. Já, ég veit, og heilan í okkur við hrufluðum. Í hring við fórum á kross. Skoðuðum allt inn í skápunum og skyngdumst í vasan á kápunum og flettum í fettugum rápunum fundum lagið hjá oss. Þetta er Eurovision lag. Þetta er Eurovision lag. Þetta er alveg típist Eurovision lag. Þetta er Eurovision lag. Þetta er Eurovision lag. Þetta er alveg típist Eurovision lag. Og sjá, svo er angistinn frá, sýnist tilveran grá, allt í einu ver orðin blá. Og marinn smá, lit á lífið má fá, lyfta sér upp á tá. Fá sér einn út á krá, eða tvo eða þrjá, eða fjór eða fimm. Þetta er náttúrulega alveg út í hött, maður brátt sér ekki á því hvað menn er að fara með svona raddsetningum. Hvað um það? Ég syng bara áfram minn fjallatenor, þetta er Ágæti Slásson og það er engin spurning.
Ég var einn og þurri hverfum, eins og gerir sumadaga og lausti hug mér eins og eldi hressa fólkið hjá Braga. Góð hugmynd þótti mér og beittu ég ekki lengi og innan stunda satt ég afar glaðlegt gengi. Sumir átt í viðskiptum og aðrir bara að drolla en allir höfðu greinilega fundið haminginn í bolla. Sama, sagði ég og þóttist okkur góður en var samt ekki vel alla tegundust af bróður. Kólumbíu, Santos eða Ameríkum blanda Ríó eða Koffulaust það setti mig í vanda og ég sem held að Bragi væri bara Bragi. En við konna hverri tegund verð ég öruggleg í lagi. 5 tegundir af hressandi bragakaffi. Prófaðu þær allar, eina í einu. Í happdrætti Háskólans hefur þú frjálsar hendur til að ráðstafa vinningunum. Þú farð á greidda út í beinhörðum peningum. Stærsti vinningur á eitt númer er 45 milljónir. Tryggðu þér happamiða og þú getur eignast auðlind. Happdrætti Háskólans, vænlegast til vinnings. Hún er upprunnin í Kákasus, þar sem heilsusamlegt fæði og langlífi fara saman. Og mig langar aðeins að skjóta því hér inn að MS eðaljógúrt án ávaxta er komin til viðbótar við hinnar tvær. Íslensk mjólkurafurð, eins og hún gerist best. Vissir þú að í einu glasi af nektar er ríflega dagskammtur af C-vitamíni? Nektar, sólarorkugjafinn í skammdeginu. Sólháir. Nivea Face laðar fram náttúrulega fegurð þína. Jæja, þeim Kristjáni Ólafssyni og bræðurum tókst að koma að lagi og ég fór úr sambandi við að hitta þessi Ebbu Andersen. Því miður strákar, þetta var ágætis slag en þið voruð aðeins of seinir. Fresturinn var úti, þið reynið bara endilega næst. En núna snúum við okkur að talningu atkvæða. Við ætlum að koma okkur í samband við kjördæmin landið og við byrjum á því að koma okkur í samband við Vesturlandskjördæmi. Dómnefnd situr í Borgarnesi og við ættum að heyra í ritara dómnefndar. Ástór Ragnarsson, heyrðu til mín? Já, ég heyri til þín þetta og gott kvöld. Góða kvöldið, hafið þið ekki gott í Borgarnesi? Jú, við höfum það gott í Borgarnesi. Við erum búin að þakka þið fyrir síðast. Svo takk sömuleiðis. Ég gerir ráð fyrir því að þú sért með 7 atkvæðaseðla í höndunum. Ég er með 7 atkvæðaseðla hér í höndunum. Hvernig líst þér á að hefja lesturinn? Mér líst vel á það. Atkvæðaseðl númer 1, þá er það 1 lag N, 3 stig. 1 lag N, 3 stig. Til þín, 2 stig. Til þín, 2 stig. 1 lítið lag, 1 stig. 1 lítið lag, 1 stig. Atkvæðaseðl númer 2, sú ást er heit, 3 stig. Sú ást er heit, 3 stig. Til þín, 2 stig. Til þín, 2 stig. Ég er að leita þín, 1 stig. Ég er að leita þín, 1 stig. Atkvæðaseðl númer 3, 1 lag N, 3 stig. 1 lag N, 3 stig. 1 lítið lag, 2 stig. 1 lítið lag, 2 stig. Og sú ást er heit, 1 stig. Sú ást er heit, 1 stig. Atkvæðaseðl númer 4, 1 lag N, 3 stig. 1 lag N, 3 stig. Sú ást er heit, 2 stig. Sú ást er heit, 2 stig. 1 lítið lag, 1 stig. 1 lítið lag, 1 stig. Atkvæðaseðl númer 5, 1 lítið lag, 3 stig. 1 lítið lag, 3 stig. 1 lag N,
Eitt lag N, 2 stig. Sú ást er heit, 1 stig. Sú ást er heit, 1 stig. Seðill nummer 6. Eitt lag N, 3 stig. Eitt lag N, 3 stig. Eitt lítið lag, 2 stig. Eitt lítið lag, 2 stig. Sú ást er heit, 1 stig. Sú ást er heit, 1 stig. Atkvæðaseðill nummer 7. Eitt lag N, 3 stig. Eitt lag N, 3 stig. Ég læt mig dreyma, 2 stig. Ég læt mig dreyma, 2 stig. Og eitt lítið lag, 1 stig. Eitt lítið lag, 1 stig. Og þar með er þessu lokið hérna. Þakkaði kærlega fyrir Ásþór Ragnarsson í Borgarnesi. Takk sem er þess. Og næst ættum við að heyra í Vestfjarðarkjördæmi. Þar er ritari dómnefndar Hörður Kristjánsson og dómnefnd situr á Ísafirði. Hörður Kristjánsson, heyrið þú til mín? Norðan. Hörður, þú ert komið þarna? Jú, ég er komin. Áður en við fáum frá þér atkvæðin, Hörður, þá ættum við kannski aðeins að líta á þarna skjáinn með atkvæðanum eins og þau voru. Já. Eftir, getum við það? Jú, við getum það. Sjáum við ekki að eitt lag N er þarna efst hjá þeim á Vesturlandi með 17 stig. Eitt lítið lag með 10 og svo ást er heit með 8 stig. Þá er ekki eftir neinu að bíða Hörður Kristjánsson á Ísafirði. Eigum við ekki að hefja bara lesturinn? Já, við skulum hefja lesturinn. Og þá er það seðil nummer 1. Það er eitt lag N með 3 stig. Eitt lag N, 3 stig. Eitt lítið lag, 2 stig. Eitt lítið lag, 2 stig. Til þín, 1 stig. Til þín, 1 stig. Og seðil nummer 2. Það er sú ást er heit, 2 stig. Sú ást er, þú fyrirgefðu, Hörður, við verðum að heyra fyrst það lag sem er með 3 stig. Fyrirgefðu. Eitt lag N, 3 stig. Eitt lag N, 3 stig. Sú ást er heit, 2 stig. Sú ást er heit, 2 stig. Eitt lítið lag, 1 stig. Eitt lítið lag, 1 stig. Og seðil nummer 3. Eitt lag N, 3 stig. Eitt lag N, 3 stig. Eitt lítið lag, 2 stig. Eitt lítið lag, 2 stig. Sú ást er heit, 1 stig. Sú ást er heit, 1 stig. Það var seðil nummer 4. Og sú ást er heit, 3 stig. Sú ást er heit, 3 stig. Til þín, 2 stig. Til þín, 2 stig. Eitt lítið lag, 1 stig. Eitt lítið lag, 1 stig. Seðil nummer 5. Eitt lag N, 3 stig. Eitt lag N, 3 stig. Eitt lítið lag, 2 stig. Eitt lítið lag, 2 stig. Ég læt mig dreyma, 1 stig. Ég læt mig dreyma, 1 stig. Seðil nummer 6. Það er eitt lag N, 3 stig. Eitt lag N, 3 stig. Ég læt mig dreyma, 2 stig. Ég læt mig dreyma, 2 stig. Eitt lítið lag, 1 stig. Eitt lítið lag, 1 stig. Það var síðasti seðilinn og það er eitt lag N, 3 stig. Eitt lag N, 3 stig. Sú ást er heit, 2 stig. Sú ást er heit, 2 stig. Ég læt mig dreyma, 1 stig. Ég læt mig dreyma, 1 stig. Það þakka fyrir hérna á Ísafirði. Þakkaði kærlega fyrir Hörður Kristjánsson, við bíðum að heilsa á Ísafjörð. Þá skulum við sjá þetta eins og þetta lítur út eftir atkvæði úr 2 kjördæmum. Þarna sjáum við eitt lag N. Það er efst með 35 stig. Eitt lítið lag með 19 stig, svo ást er heit með 16 stig. Við höldum áfram, við snúum okkur að Norðurlandi vestra. Á Sauðárkróki situr dómnefnd og þar heitir ritarinn Stefán Petersen. Stefán, heyrið þú til mín? Já, alveg fríðilega og gott kvöld. Góða kvöldið, hafið þið ekki gott á Sauðárkróki? Jú, við sitjum hérna í safnaðarheimilinu eins og venjulega og erum bara ánægð og hefum skemmt okkur vel. Það er nefnilega það. Og ætlar að leyfa okkur að heyra niðurstöður dómnefndar. Já, hún situr hérna hjá mér, fulltrúi sýslumanns, Sigríður Friðjónsdóttir og fylgist með. Það er nefnilega það. Og þá var atkvæðaseðill númer 1. Það er eitt lag N, 3 stig. Eitt lag N, 3 stig. Eitt lítið lag, 2 stig. Eitt lítið lag, 2 stig. Og til þín, 1 stig. Til þín, 1 stig. Og þá kemur atkvæðaseðill númer 2. Það er eitt lag N, 3 stig. Eitt lag N, 3 stig. Eitt lítið lag, 2 stig. Eitt lítið lag, 2 stig. Og svo ást er heit, 1 stig. Svo ást er heit, 1 stig. Og atkvæðaseðill númer 3. Eitt
eitt lag N, 3 stig. Eitt lag N, 3 stig. Eitt lítið lag, 2 stig. Eitt lítið lag, 2 stig. Ég er að leita þín, 1 stig. Ég er að leita þín, 1 stig. Og atkvæðaseðill númer 4. Eitt lítið lag, 3 stig. Eitt lítið lag, 3 stig. Til þín, 2 stig. Til þín, 2 stig. Eitt lag N, 1 stig. Eitt lag N, 1 stig. Og þá er það atkvæðaseðill númer 5. Eitt lag N, 3 stig. Eitt lag N, 3 stig. Sú ást er heit, 2 stig. Sú ást er heit, 2 stig. Og til þín, 1 stig. Til þín, 1 stig. Og þá er það atkvæðaseðill númer 6. Það er eitt lag N, 3 stig. Eitt lag N, 3 stig. Til þín, 2 stig. Til þín, 2 stig. Ég læt mig dreyma, 1 stig. Ég læt mig dreyma, 1 stig. Og þá er það síðasti seðillinn. Númer 7. Það er eitt lag N, 3 stig. Eitt lag N, 3 stig. Eitt lítið lag, 2 stig. Eitt lítið lag, 2 stig. Sú ást er heit, 1 stig. Sú ást er heit, 1 stig. Og þá eru þeir komnir. Það eru komnir þínir seðlar. Já, já. Stefán Pettersson á Sauðárkróki. Þakka þér kærlega fyrir og við byggjum að hilsa. Já, við þakkum sömuleiðis. Bless. Bless. Næst snúum við okkur á Norðurlandi eystra. Þar er situr dómnefnd á Akureyri. Ritari dómnefndar Gísli Sigurgeirsson, heyrið þú til mín? Gísli Sigurgeirsson. Já, ég er hér. Komdu sæll. Komdu sæll þetta. Eruð þið ekki kátt á Akureyri? Sjálfsögðu, alltaf kátt hérna fyrir lóðan. Er nokkuð vont veður hjá okkur? Aldrei vont veður hér. Ertu búin að safna saman atkvæðaseðlum? Sjálfsögðu, þetta er mjög fljótgert. Og ætlar þá bara ekki að byrja að lesa? Jú, þetta er mjög einfalt. Lát heyra. Típist Eurovision-lag frá stöðinni fær öll okkar aðkvæði. Já, það er nefnilega það. Þá getum við hvatt ykkur. Já, þess vegna. Jæja, áfram með smjörið. Viltu að ég nota bara gömlu seðlana? Hvað segir þau? Já, ég nota bara gömlu seðlana þá. Notaðu bara þessa seðla sem við sendum þér. Já, geri það. Já. Byrja á fyrsta. Sú ást er heit, 3 stig. Sú ást er heit, 3 stig. Til þín, 2 stig. Til þín með 2 stig. Eitt lítið lag, 1 stig. Eitt lítið lag, 1 stig. Eitt lag N, 3 stig. Eitt lag N, 3 stig. Sú ást er heit, 2 stig. Sú ást er heit, 2 stig. Ég læt mig dreyma, 1 stig. Ég læt mig dreyma, 1 stig. Eitt lag N, 3 stig. Eitt lag N, 3 stig. Eitt lítið lag, 2 stig. Eitt lítið lag, 2 stig. Og sú ást er heit, 1 stig. Sú ást er heit, 1 stig. Til þín, 3 stig. Til þín, 3 stig. Sú ást er heit, 2 stig. Sú ást er heit, 2 stig. Ég er að leita þín, 1 stig. Ég er að leita þín, 1 stig. Eitt lítið lag, 3 stig. Eitt lítið lag, 3 stig. Eitt lag N, 2 stig. Eitt lag N, 2 stig. Til þín, 1 stig. Til þín, 1 stig. Eitt lag N, 3 stig. Eitt lag N, 3 stig. Sú ást er heit, 2 stig. Sú ást er heit, 2 stig. Eitt lítið lag, 1 stig. Eitt lítið lag, 1 stig. Og þá er það síðasti seðlinn, eitt lag N, 3 stig. Eitt lag N, 3 stig. Til þín, 2 stig. Til þín, 2 stig. Og sú ást er heit, 1 stig. Sú ást er heit, 1 stig. Þetta eru atkvæði okkar norðamanna með góðri kveðju. Þakka þér kærlega fyrir Gísli Sigurgeirsson. Þá skulum við líta á stöðuna eins og hún er núna þegar við höfum fengið atkvæði úr 4 kjördæmum. Eitt lag N er efst að stigum með 68 stig. Eitt lítið lag næst með 37 stig. Sú ást er heit með 31 stig. Við höldum áfram, nú fyrir þetta að verða eitthvað spennandi. Við skulum snúa okkur að Austurlandi. Inga Rósa Þórðardóttir er ritari dómnefndar á Egilsstöðum. Inga Rósa, heyrið þú í okkur? Já, komið sæl. Komdu sæl. Er þið ekki glöð þetta á Egilsstöðum? Við erum afskaplega glöð hérna, jú, það er bara gott og mér heyrist dómnefndarmenn hér taka undir með Norrlendingum. Þeir vilja endilega fá að greiða típisku Eurovision-lagin okkur atkvæði. Það er nefnilega það. Það liggur inni. Já, en eigum að heyra hvað þið segið um hinn? Já, við skulum þá hella okkur hérna í seðlana. Fyrsti seðill, það er eitt lag N, 3 stig. Eitt lag N, 3 stig. Ég læt mig dreyma, 2 stig. Ég læt mig dreyma, 2 stig. Sú ást er heit, 1 stig. Sú ást er heit, 1 stig. Annar seðill, eitt lag N, 3 stig. Eitt lag N, 3 stig. Ég er að leita þín, 2 stig. Ég er að leita þín,
2 stig. Ég læt mig dreyma, 1 stig. Ég læt mig dreyma, 1 stig. Þriðji seðill, 1 lag N, 3 stig. 1 lag N, 3 stig. Ég læt mig dreyma, 2 stig. Ég læt mig dreyma, 2 stig. Ég að leita þín, 1 stig. Ég að leita þín, 1 stig. Fjórði seðill, 1 lítið lag, 3 stig. 1 lítið lag, 3 stig. 1 lag N, 2 stig. 1 lag N, 2 stig. Sú ást heit, 1 stig. Sú ást heit, 1 stig. Fimmti seðill, 1 lag N, 3 stig. 1 lag N, 3 stig. 1 lítið lag, 2 stig. 1 lítið lag, 2 stig. Ég að leita þín, 1 stig. Ég að leita þín, 1 stig. Sjötti seðill, 1 lag N, 3 stig. 1 lag N, 3 stig. Ég læt mig dreyma, 2 stig. Ég læt mig dreyma, 2 stig. 1 lítið lag, 1 stig. 1 lítið lag, 1 stig. Og sjöundi og síðasti seðill, 1 lag N, 3 stig. 1 lag N, 3 stig. 1 lítið lag, 2 stig. 1 lítið lag, 2 stig. Og ég læt mig dreyma, 1 stig. Ég læt mig dreyma, 1 stig. Og þessu fylgja kveðjur úr Austfirðinga fjórðungi. Takk að kærlega fyrir Inga Rósa. Sömuleiðis. Þá skulum við fara yfir þetta aftur. Og hér sjáum við að 1 lag N heldur sínu sæti og bætir við sig þar með 88 stig. 1 lítið lag, 45 stig. Sú ást heit, 33 stig. Þessi lög halda sín og við skulum snúa okkur að Suðurlandi. Jón Benediktsson er ritari og dómnefndar sem situr á Hvolsvelli. Jón Benediktsson, heyrið þú til mín? Já, komdu sæl og takk fyrir síðan. Takk að þið fyrir, Jón. Blessaður. Komdu sæl. Þið eru kátt þetta á... Já, við erum að tress hérna. Komið víða að eða hvað? Já, frá Vestmannum, Skaftafells sýslu, Árni sýslu og hérðan úr Rangvatns sýslu. Það er nefnilega það. Þú hefur góða stjórn á þínum mönnum og ert tilbúin til að lesa upp seðlana. Já, þau hafa verið þæg í kvöld. Það er nefnilega það. Já. Eigum við að fá að heyra? Já, þá var það fyrsti seðill, 1 lag N, 1 stig. Nei, þetta var vittlust hjá mér. Já, byrja á 3, Jón. Byrjum bara på nýtt. Já. 1 lítið lag, 3 stig. 1 lítið lag, 3 stig. Til þín, 2 stig. Til þín, 2 stig. 1 lag N, 1 stig. 1 lag N, 1 stig. Svo næsti, 1 lag N, 3 stig. 1 lag N, 3 stig. 1 lítið lag, 2 stig. 1 lítið lag, 2 stig. Til þín, 1 stig. Til þín, 1 stig. Svo það, sú ást heit, 3 stig. Sú ást heit, 3 stig. Ég læt mig dreyma, 2 stig. Ég læt mig dreyma, 2 stig. Ég leita þín, 1 stig. Ég að leita þín, 1 stig. Svo það 1 lag N, 3 stig. 1 lag N, 3 stig. Sú ást heit, 2 stig. Sú ást heit, 2 stig. 1 lítið lag, 1 stig. 1 lítið lag, 1 stig. Sú ást heit, 3 stig. Sú ást heit, 3 stig. Ég læt mig dreyma, 2 stig. Ég læt mig dreyma, 2 stig. 1 lítið lag, 1 stig. 1 lítið lag, 1 stig. 1 lítið lag, 3 stig. 1 lítið lag, 3 stig. 1 lag N, 2 stig. 1 lag N, 2 stig. Sú ást heit, 1 stig. Sú ást heit, 1 stig. Svo það síðasti seðill úr Suðurlandskjördæmi. Aha. 1 lítið lag, 3 stig. 1 lítið lag, 3 stig. 1 lag N, 2 stig. 1 lag N, 2 stig. Til þín, 1 stig. Til þín, 1 stig. Og við kveðjum hér í Hlíðarenda. Takk að kærlega fyrir Jón Benediktsson. Blessaður. Nú skulum við líta á skjáin. Nú skulum við fara yfir öll lögin. Við sjáum 1 lag N. Það er jú efst með 99 stig. 1 lítið lag, 58 stig. Sú ást heit, 42 stig. Til þín, 25 stig. Ég læt mig dreyma, 20 stig. Og ég að leita þín, 8 stig. Við höldum þessu áfram og ég ætti að heyra í Reykjaneskjördæmi næst. Þorgeir Ibsen er ritari dómnefndar og situr í Hafnarfirði. Sæll vertu Þorgeir, heyrðu til mín? Og við óskum öllum keppendum til hamingju með fallið lög. Það er nefnilega það. Hér situr nefndin, sjömannanefndin úr öllu kjördæminu, allt á Mosfellssveit og út á. Nú heyri ég svo illa til því Þorgeir, ég verð eiginlega að biðja þig bara að brýna röstina. Já, hér situr sjömannanefnd að sjálfsögðu, allt frá Mosfellssveit og út á Suðurnes. Já. Og við hlið mér fulltrúi sýslumannsembættisins, Guðmundur L. Jóhannesson, sem hefur fylgst með því allt fyrir löglega fram. Allt eftir settum reglum. Allt eftir settum reglum. Og hér fara stígin. Lát heyra. Á blaði 1, 1 lag N, 3 stig.
Eitt lag N 3 stig. Eitt lítið lag 2 stig. Eitt lítið lag 2 stig. Sú ást er heit 1 stig. Sú ást er heit 1 stig. Á miða 2. Eitt lag N 3 stig. Eitt lag N 3 stig. Sú ást er heit 2 stig. Sú ást er heit 2 stig. Ég læt mig dreyma 1 stig. Ég læt mig dreyma 1 stig. Á þriðja seðli. Eitt lag N 3 stig. Eitt lag N 3 stig. Eitt lítið lag 2 stig. Eitt lítið lag 2 stig. Sú ást er heit 1 stig. Sú ást er heit 1 stig. Fjórða miða. Eitt lag N 3 stig. Eitt lag N 3 stig. Sú ást er heit 2 stig. Sú ást er heit 2 stig. Eitt lítið lag 1 stig. Eitt lítið lag 1 stig. Á miða númer 5. Sú ást er heit 3 stig. Sú ást er heit 3 stig. Ég læt mig dreyma 2 stig. Ég læt mig dreyma 2 stig. Til þín 1 stig. Til þín 1 stig. Á sjötta seðli. Til þín 3 stig. Til þín 3 stig. Sú ást er heit 2 stig. Sú ást er heit 2 stig. Eitt lag N 1 stig. Eitt lag N 1 stig. Og á síðasta seðlunum. Til þín 3 stig. Til þín 3 stig. Ég er að leita þín 2 stig. Ég er að leita þín 2 stig. Eitt lag N 1 stig. Eitt lag N 1 stig. Og við þakkum fyrir okkur. Þakkaði kærlega fyrir Þorgeir Ibsen í Hafnarfirði. Bjóðum góða nótt. Góða nótt. Við skulum þá renna yfir stöðuna eins og hún er. Eitt lag N er með 113 stig. Eitt lítið lag er með 63 stig og svo ást er heit með 53 stig. Til þín þar á eftir með 32 stig, ég læt mig dreyma 23 stig, ég er að leita þín 10 stig. Við eigum eitt kjördæmi eftir, við eigum eftir Reykjavík. Sonja B. Jónsdóttir er ritari dómnefndar í Reykjavík og dómnefndin hefur aðsetur hér í sjónvarpinu. Við erum í símasambandi við Sonju, er það ekki? Jú, jú. Sæl vertu Sonja. Já, sæl þetta mín. Ertu búin að safna saman atkvæðaseðlum? Já, já, þetta er hérna fyrir fram að mig. Og þú ætlar að lesa þetta upp fyrir okkur? Já, ég byrja þá á fyrsta seðli. Ég læt mig dreyma 3 stig. Ég læt mig dreyma 3 stig. Eitt lag N 2 stig. Eitt lag N 2 stig. Til þín 1 stig. Til þín 1 stig. Eitt lag N 3 stig. Eitt lag N 3 stig. Sú ást er heit 2 stig. Sú ást er heit 2 stig. Eitt lítið lag 1 stig. Eitt lítið lag 1 stig. Eitt lag N, fyrirgefðu, ég ætla að lesa hérna lagi sem fær 3 stig. Það er ég læt mig dreyma 3 stig. Ég læt mig dreyma 3 stig. Eitt lag N 2 stig. Eitt lag N 2 stig. Ég er að leita þín 1 stig. Ég er að leita þín 1 stig. Eitt lag N 3 stig. Eitt lag N 3 stig. Til þín 2 stig. Til þín 2 stig. Eitt lítið lag 1 stig. Eitt lítið lag 1 stig. Sú ást er heit 3 stig. Sú ást er heit 3 stig. Eitt lag N 2 stig. Eitt lag N 2 stig. Til þín 1 stig. Til þín 1 stig. Ég læt mig dreyma 3 stig. Ég læt mig dreyma 3 stig. Eitt lag N 2 stig. Eitt lag N 2 stig. Eitt lítið lag 1 stig. Eitt lítið lag 1 stig. Til þín 3 stig. Til þín 3 stig. Eitt lag N 2 stig. Eitt lag N 2 stig. Eitt lítið lag 1 stig. Eitt lítið lag 1 stig. Þetta er niðurstaða Reykvíkinga. Þakka þér kærlega fyrir Sonja B. Jónsdóttir og hvernig er staðan? Eitt lag N örugglega þarna í efsta sæti með 129 stig. Eitt lítið lag með 67 stig. Sú ást er heit 58 stig. Þar á eftir til þín 39 stig. Ég læt mig dreyma 32 stig. Ég er að leita þín 11 stig. En það er komið að dómnefnd 9 og hún ræður nú sennilega ekki úrslitum í kvöld, eða ég held ekki. Við skulum fá niðurstöðu þessar síðustu dómnefndar Þorkell. Hér stendur skýrt og greinilega á miða frá dómnefnd 9 lagið Til þín, 21 stig. Og hvað segir það okkur? Það breytir því ekki að enn er eitt lag en sigurvegari þessa kvölds með 129 stig.
Úrslitin eru ráðin, það leikur engin vafi á því að þetta er lagið sem verður fulltrúi okkar í Júgóslavíu 5. maí næstkomandi og hana nú og gefa þeim gott klapp. En hver eða hverjir eru höfundar vinningslagsins? Við skulum fá til okkar varadagskrárstjóra innlendrar dagskrárdeildar Sigmund Örn Arngrímsson. Gjörðu svo vel, Sigmundur. Góðir áhorfendur, nær og fjær. Þegar íslenska lagið sem tók þátt í söngvakeppninni fyrra hafði hafnað á botninum, var ekki laust við að hitastig þjóðarstoltsins félli niður fyrir frostmark. Leið gerðust úrtöluraddirnar háværari og spurðu hvort ekki væri tímabært að hætta þessari vitleysu fyrir fullt og allt. Já, okkur sem störfum hér hjá sjónvarpinu hafa auðvitað verið skiptar skoðanir ágæti þeirra laga sem hafa tekið þátt í keppninni á undanförnum árum. En við höfum ekki mist sjónar á höfuðmarkmiði söngvakeppninnar. Nefnilega því að vera öflugur hvati fyrir lagahöfunda og textasmiði. Þó svo að keppni og von verðlaun getur auðvitað aldrei ein og sér verið grundvöllur listsköpunar. Ég hygg að þegar þáttaka hefur verið opin öllum, hafi keppnin reynst slíkur aflvaki. Og einnig hitt að þeir séu ófáir sem hafa setið einhvern tímann fyrir framan sjónvarpið sitt og hummað ósarátt einhverja fallega laglínu með flytjendunum, hvað svo sem þeim hefur annars fundist keppnina. Í ljósi þess sem hér hefur verið sagt, lá auðvitað beint við að gera allt annað en gefast upp. Þess vegna var þáttaka öllum heimil. Þess vegna voru kallaðir til liðs einhverjir bestu hljóðfæraleikarar landsins. Þess vegna er hér valinn maður í hverju rúmi. Í stuttu máli hefur sjónvarpið reynt að standa eins glæsilega að keppninni eins og kostur er. Og við ætlum okkur að halda áfram að gera vel, hver svo sem úrslitin verða í Júgóslavíu. Ég vil þess vegna hvetja laga- og textahöfunda til að halda öllum góðum lögum til haga, því auðvitað verður þáttaka opin öllum næsta ár. Og nú er kominn tími til að skoða umslagin og athuga hvaða höfundar dyljast á bakvið dulnefnið. Og við byrjum á 3. sæti. Það var að opna þetta, Sigmundur. Já. Það læti þig að taka þetta upp. Gæðir. Þetta er lagið til þín og það eru höfundur Dúr og Moll. Og þeir höfundar sem að dyljast bak við þetta dulnefni, höfundur lags Gunnar Þórðarsson og höfundur texta Aðalsteinn Ásberg Sigurðsson og útsetningu annaðist Gunnar Þórðarsson. Og við skulum fá þá hérna til okkar. Og við viljum veita þeim smá viðurkenningu fyrir þáttökuna. Það er svona smá spjald til þess að hengja upp. Gjörðu svo vel. Takk fyrir. Og gjörðu svo vel. Og spiltir aftur fram. Takk fyrir. Og þá er það lagið í öðru sæti. Fyrir. Það er eitt lítið lag og það er Kólfur skotið. Og hver dylst nú þar? Eða hverjir? Höfundur lags og texta Björn Björnsson og útsetning Vilhjálmur Guðjónsson.
Og sömuleiðis ætlum við að fenda þér smá viðurkenningarskjal til að hengja upp á vegg heima. Takk fyrir það. Takk fyrir. Og þá er komið að fyrsta sæti. Það er 1 lag enn og þar hafa Tom og Jenny unnið saman. Og hverjir eru nú Tom og Jenny? Það er ekki seinna vænna að vita það. Höfundur lags, Hörður G. Ólafsson, höfundur texta Aðalsteinn Ásberg Sigurðsson, útsetning Jón Kjell Selstedt. Þá hérna og flutningsmenn líka, flytjendur. Og við ætlum að færa ykkur hérna smá þakklætisvott öllum fyrir þáttökuna. Það er íslenskur söguatlas sem Almenna bókafélagið hefur gefið út og það er náttúrulega bara til þess að þið gleymið ekki upprunanum í Júgóslavíu og ratið heim aftur. Við erum búin að fá okkur landabréfakort. Við fengum það. Við fáum það síðan. Útsetjarinn? Já. Og þá er það verðlaunin, tékkurinn, 200.000 sem heitið var og ég ætla að biðja höfund lagsins að veita þessu viðtöku. Það fylgja þessu engar kvaðir aðra en það að þið skiptið þessu bróðulega á milli ykkar. Gjör svo vel. Þetta er ekki það. Og af því að þetta er nú í 5. sinn sem við tökum þátt, þá var nú ákveðið að veita hér sérstakan verðlaunagrip og hann er hér. Og ég verð sömuleiðis að biðja höfund lagsins að taka við þessu ef hann getur tekið við, þetta er svo þún. Gjör svo vel. Og enn einu sinni til hamingju. Ég vil þá að lokum þakka þeim sem hér hafa átt hlut að máli. Ég vil þakka höfundum, útsetjurum, flytjendum öllum, þar á meðal Spaugstofunni að sjálfsögðu, dómnefndum út land allt sem hafa tekið þátt í þessu og skilað óeingjörnu starfi og hljómsveitinni vil ég þakka sérstaklega. Eftir því sem ég veit best þá hefur hún lagt nótt við dag og öllum öðrum sem hafa lagt okkur lið. Síðast en ekki síst þá vil ég þakka tækniliði sjónvarpsins og öllum öðrum starfsmönnum þess sem hafa skilað mjög góðu starfi hér í flókinni og erfiðri útsendingu. Takk ykkur öllum fyrir. Við þakkum Sigmundi Erni fyrir, en áður en við ljúkum þessu og áður en við heyrum vinningslagið aftur því það ætlum við svo sannarlega að gera, þá hefur formaður félags tónlistar og textahöfunda óskað eftir því að fá orðið. Það er maður með reynslu, Valgeir Guðjónsson. Valgeir, gjörðu svo vel. Mér langar fyrir hönd félags tónskáld og textahöfunda að færa þessu góða fólki hér á bak við mig árnaðaróskir. Ég hef aldrei verið spámaður en mér sýnist ekki ósennilegt að þetta fólk muni bæta árangurinn frá því í fyrra án þess að ég vilji fara frekar út í það.
tölur eru jú alltaf afstæðar og það er ekki sama hvernig þið farið með þær. Það er ekki langt bil á milli núlsins og þess eina. Ég geti sagt ykkur litla sögu. Það var bekkur í grunnskóla sem hleytti stærðfræðipróf. Kennarinn kom inn með úrlausnirnar og sagði: Þetta er ómögulegt hjá ykkur, yfir 70% eru undir 3. Þá rétti einn upp hendina og sagði: Það er ekki svo margir í bekknum. Ég vil biðja ykkur að muna þessa sögu þegar þið standið á júgóslavnesku fjölunum og ég veit að þjóðin öll stendur með ykkur. Góða ferð. Takk fyrir mikið. Nú ágætu sjónvarsáhorfendur, gestir, höfundar, flytjendur, tónlistarmenn, það er svo sem ekki neinu við þetta bæta. Úrslitin eru ráðin. Það kemur í hlut þeirra Sigríðar Beinteinsdóttur og Grétars Örvarssonar að standa sig vel í Júgóslavíu 5. maí næstkomandi þegar þau flytja lagið Eitt lag enn. Við óskum ykkur öllum innilega til hamingju með árangurinn. Við þökkum kærlega fyrir okkur í kvöld og við heyrum vinningslagið að lokum. Takk fyrir, verið sæl.
Einar!